Stífluveggir við fyrirhugað uppistöðulón í Þjórsá vegna Urriðafossvirkjunar draga úr mögulegri flóðahættu við bæinn Skálmholt í Flóahreppi. Þetta segir upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar og fullyrðir að öryggi íbúanna sé ekki ógnað með uppistöðulóni á þessum slóðum. Helga Arnardóttir. Jón Árni Vignisson, bóndi í Skálmholti í Flóahreppi, kærði nýlega samning Flóahrepps við Landsvirkjun til samgönguráðherra og fer fram á að hann verði ógiltur. Hann segir áhættumat Landsvirkjunar ekki viðunandi. Verði Urriðafossvirkjun að veruleika, óttast hann að stífluveggir við fyrirhugað uppistöðulón bresti þar sem skjálftavirkni sé mikil á þessum slóðum og vatn flæði yfir öll tún jarðarinnar. Þessu vísar Þorsteinn Hilmarsson, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar, alfarið á bug. Hann segir að öryggi íbúana í Skálmholti og nágrenni verði meira með varnarveggjum en sú flóðahætta sem vofi yfir íbúum núna. Malargarðar sem byggðir yrðu myndu draga úr líkum á náttúrulegum flóðum og ætti að standast á hættu sem hugsanlega gæti skapast vegna skjálftavirkni. Þorsteinn segir Landsvirkjun hafa gert samskonar samninga við sveitarfélög víða land, meðal annars vegna Kárahnjúkavirkjunar og Blönduvirkjunar. Séu íbúar ósáttir við gangmála, sé eðlilegt að þeir leiti til æðra stjórnvalds til úrskurðar það.